Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri stað. Er þetta eitthvað sem Eigum við að fara að henda okkur í þetta? Já. Það ekki? Allar að grilla mig þessu leiðis. Grilla þig? Grilla mig. Nei, það er nokkuð. Smá. Bara svona hæfilega held ég. Ok. Þú má spyrja mig hvað sem mér alveg sama. Ég er með svo þykkan skráp, sko, ég er svo gamall að maður eiginlega sama hvað fólk heldur í dag, sko. Já. Hvað fólk heldur og hugsar. Algjörlega. Ég að því að ég þessu 12 spora prógrami þá var maður alltaf að spá spekuleira. Já. Og það skal ég segja þér, það er setning að því að fólk alltaf að leita hammingjunni. Það er setning í við erum með svona litla bók sem heitir 24. bókin og hún er þannig uppbyggð að maður lesa eina blaðsíðu á dag sem er svona uppörvandi og þessi bók er enda fyrir alkohólista þannig að hluti á textanum tengist alkohólisma og þeir sem er í bata og svo er svona andlegs eðlis skiluru og það er ein mjög áhugaverð skal við sér setning eða nokkra setningar endar hamingjuleit og mér langar að lesa það fyrir það kanni því að þú veit sálfræðingur og skilur þessa hluti ég var að lesa í morgun ég var semst á fund í morgun og þá datt mér að lesa já, kemur þetta sko Við finnum ekki sanna hamingju með því að leita hennar. Hamingja verður til með réttu líferni. Sönn hamingja er afleiðing, sem byproduct, þess að breyta í öllu tilliti eins og þú heldur að Guð ætlist til að því er þig sjálfan og aðra varðar. Ég bið nú kemur bænin sko ég bið að ég leiti ekki alltaf unaðsemda lífsins ég bið að ég geri mig ánægðan með hamingjuna sem felst í því að gera það sem er rétt sjáðu ef maður lifir bara er heiðarlegur og góður og kærleiksríkur og bara tekur hlutina með æðruleysi þá smá saman einhvern veginn sko, settlar þú veist svona sjórin sko verður bara lign og fínn og þá einhvern veginn kemur rósi með yfir mann og einn daginn þá fattar maður er hamingjusamur Já, í staðin fyrir að vera eitthvað að bíða eftir henni Já, eða neita henni að gera þetta ég fæ jobbið þarna maður sem borgar 2 milljónir á mánuði yes, svo færðu það og þá viltu jobbið sem borgar 3 milljónir á mánuði og so on og so forth þetta er bara svona ganni Já, þetta er bara, takk hérlega fyrir að við erum bara að byrja þér Tómas Andrés Tómasson Kósa íslensku viðskipta og veitingalífi og þingmaður Flokks fólksins, velkomin 24/7 Já, takk fyrir Mér finnst svo áhugaverð að nefna með haminguna því einmitt fyrsta skrefi í bókinni 10 skref sem ég sagði frá fyrir viðtali var að það er stemdu að innihaldsríku lífi ekki haminguríku Já, sem þýrurunni ekki að þú veist vera bíða eftir þessum jákvæðu augnablikum eins og að bíða eftir að útskrifast að fá þetta jobb með 2 milljónir eða þarfram til goturum og að hamingjan sé ekki í þessum jákvæðu augnablikum sem við upplifum í smá tíma heldur sé svona æðri hamingja sem er innihaldsríkt líf sem þú finnur á leiðinni sko. Life is a journey, not a destination Það er svolítið svoleiðis sko. Að mér finnst það skemmtilegt kvot Hvað þetta er þið fáið svona þú lest svona síðu á hverjum degi eða? Já, mann lesi eina blaðsíðu á dag Já. og fyrst ég kynntist þessara bók 24. bókinni, það var sko í mars 1984 þá var ég að fara í mína seinni meðferð ég sem sagt fyrir meðferð vegna sjúkdóms mín sem er alkohólismi í júní 1980 og ég var án áfengis og stofnaði fyrirtæki og það gekk bara líginni líkast en ég hætti að sinna sjálfum mér og eftir tæplega 30 ára edrúmennsku þá fann ég að ég var að missa tökin á þessu svo ég fór aftur í meðferð án þess að detti í það en ég var svona kortir í að detti í það skilurðu
og þá kynnti ég sig þessara bók og mér var ráðlagt að lesa eina blaðsíðu á dag því að þannig er hún uppbyggð, þetta eru 366 blaðsíður og mér eina á dag og ég var semst að kvarta yfir því, það var svona meðferðarfulltrúi sem talaði við mig annarkur dag, þetta var 28 prógram, talaði við mig annarkur dag og var alltaf að tala við mig og ræða við mig hvað ég myndi gera eftir ég kemur meðferðinni og sem sagt hvernig mitt líf væri og væri búið að vera og hvernig það yrði og svo leiðis og svo barst talið að þessari bók og ég sagði já, ég er búin að fá þessa bók, ég hef nú ekki síðan áður og hún er mjög góð, ég lesa hann hverjum degi en ég man aldrei hvað stendur á blaðsíðunum, sagði ég, þetta er ein blaðsíða svona 3 mínútur að lesa hana mestalagi og þá sagði hann, hafðu ekki áhyggjur af því, finndu bara réttan tíma á hverjum degi til að lesa eina blaðsíðu og smám saman þá muntu læra að muna það sem stendur ekki lesa eina blaðsíðu 20 sinnum bara til að reyna að muna hana fyrir þann daginn, það gengur ekki út á það gengur út á það að lesa bókina reglulega og smám saman hólar dropinn steinin og ég er búin að lesa þessa bók sko, þetta er 1984 og þá var hann bara til á ensku og svo tók ég þátt í því að gefa hana út á íslensku 1987 þannig ég er búin að vera með þessa bók einu alla götu síðan sko hún er mjög þreytt og lest á hverjum degi? Já, ég les á hverjum degi og svo er önnur bók sem heitir ég man ekki hvað hún heitir, hún er alveg eins hún er bara aðeins öðru vísi en svipaðu texti Er það ekki svolítið spurningin? Þetta er ekki spurningum að lesa sömu blaðsíðuna 20 sinnum á hverjum degi, heldur að lesa eina blaðsíðu á hverjum degi, því það mun skila sér í... Já, ég sko hafa reglu á því, gera þetta sama tíma dagsins og sem sagt, og bara vera ekki að hafa neina áhyggjur af því sem stendur þarna, það er smá saman undir meðvitundin. Hún pikkar það upp. Skilur það er, sko, við höfum aðgang eins og ég skilur það er bók sem Conrad Adolphson skrifaði sem heitir Hugsanir hafa vængi og hún gengur út á það að kenna þér að mata undir meðvitundina á jákvæðu hugafæri af því að hann segir sko að þú hefur aðgang að 10% af heilanum 90% það er einhvers staðar undir radarnum og það er undir meðvitundina að vinna og hún er mjög hlýðin þú segir henni eitthvað og hún segir ok, ég geri það og þú veist, ef þú segir henni ég er æðislegur þá segir henni ok, ég er æðislegur og hjálpar að vera æðislegur ef þú segir henni ég er ómögulegur þá er ok, já, við erum ómögulegir, ok, ég hjálpar að gera það þú veist, undirmeðvitundin er svona sérstu sko. Og það er þetta sem að með því að lesa svona bækur svo þessa 24. bókina að þá einhvern veginn smá saman að mata undirmeðvitundina á þessu jákvæða og hún tekur þetta allt saman inn og hún er stöðugt að malla í því að gera eitthvað fyrir þig sem að þér þú segir hann að gera og hún hefur enga skoðun að hvort að hlutin eru góðir eða vondir og hún bara líður því sem henni sagt þannig upplýði ég þetta Er það ekki mikilvægt að taka eftir hvernig maður er að tala á sjálf sig? Það er bara stór mál bara heila málið að horfa í speilin og segja að þú ert góður og vera góður skilurðu sem sagt og og það sem ég lærði hérna á sínum tíma sko 5 ára gamall þá ég strax orðinn fíkill og mitt fyrsta drug of choice var sykur ég elskaði að fara í sjopp og kaupa nammi og 5 ára gamall var ég byrjaði að hnupla hérna 25-ringum úr budduninnar ömmu minna sem ég alveg upp hjá og fara niður í sjopp og kaupa mér lakrískonfekt eða eitthvað karmulur eða eitthvað sem var selt svona í lausu sko á þeim tíma og ég var orðið mjög slungin að verða mér út pening og kaupa nammi og setna náttúrulega var það áfengi og sígarettur og svoleiðis en svo þegar ég fyrir meðferðina 1980 þá allt í einu fattaði ég það að lífið gengur út á það að vera heiðalögur ekki óheiðalögur, ekki vinna svart minn draumur var að eignast kjötbúð og vera með köldborð og stinga öllu undir stinga öllu í vasan, vera með bara rassasabókald það var svona, og vinna svart vera hjá öðrum og fá bara svona borga beint í vasan það er allt í einu fattaði ég, þetta gengur ekki út á það svona er ekki lífið sko og meira skilur ekki ljúga, ekki svíkja, ekki stela, ekki fela
bara ef maður hefur svona þetta leið að ljósi sko, persónulega ég alls ekki fullkomin, ég meina mér hefur orðið á í messunni skilurðu, en það svo í litlu magni miðað við þess að hann var og alltaf því ég stend sjálf með því að vera með hvítalíi eða svona afvegalega fólk í umræðinu eða eitthvað skilurðu, þá er ég alltaf samviskubit og ég reyna alltaf að leiðrétta og smá saman og þá einhvern veginn líður maður svo vel breyta rétt ef maður segir sannleikann þá maður ekki fela neitt sjálfsögðu þetta ekki muna neitt það er ekki muna neitt það er svo gott þú veist ennast þarf alltaf að hugsa hvað sagði ég síðast, hvernig var þetta, já ok var það svona aðal sem tókst úr 12 sporunum þá heiðarleikin eða var það já, sko heiðarleikin var að rosalega stórt element þú veist, það var bara einlega, ég myndi segja að það var lykillinn að því að ég náði framförum og hérna já, að vera heiðarlegur ekki bara í peningamálum líka í lífinu, almennt sko. Ég meina sko, þú veist, ef þú ert heima hjá þér og sonuðin heima og það hringt og þú vil ennir ekki að tala við Jón Jónsson þá segir við sonuðin, segir þið sér ekki heima þú veist, þá er þetta að kenna honum að ljúga þú veist, það er svo mikil munur á því að segja þið sér ekki heima eða segja þau, hann kemst ekki í síman núna skilur maður þarf einhvern veginn að passa sig á því að vera ekki sko alltaf með þessa litlu svona litlu ósannsögli sko. Þegar það er svo auðvelt að veit ekki nú eftir að ljúga nema þú og smá saman þá einhvern veginn verður þetta allt saman svo bjagað og líka fólk tekur sannleikunum alveg algjörlega maður er svo hrættur einhvern aðri bregðast við sko já, maður er svo hrættur að særa einhvern eða verði einhver reiði eða eitthvað en maður bara lætur sig hafa það að býta í jaxlinn og hættir að vera meðvirkur já þá einhvern veginn bara leysist þetta sjálfur sér ég held að þetta að segja sannleikunum og sína síðan í verknaði ég veit ekki eitthvað meira sem hefur haft áhrif á mitt líf sko svona í fljótubræði sko nei svona síðustu ár sko það getur verið erfitt en alltaf þess virði já og það gert líf mitt að einhverju bara ævintýri sko Eruð með því mann, hinn bókin heitir Hugleiðing dagsins. Hugleiðing dagsins, já. Ertu með einhver aðrar svona fastar venjur eins og að lesa hérna bók? Ég hef lesið hérna bókina Hugsanir hafa vængi. Já. Konráð gaf mér þessa bók fyrir 1,5 ára síðan og ég er búin að lesa hana 10 sinnum. Hún 67 kaflar og maður les svona 1 kafla á dag. Og svo 1 kafli þarna nummer 64 sem maður les á hverju degi og hérna að hann svona er svona endalega undirstrikun á hvað maður að mata hérna undir mönduna með en já, ég meina sem meðlumir í 12-sporakerfinu þá fer ég reglulega á fundi og ég reyna að hérna borða svona nokkuð heilbrigt þó ég finnst sykurinn eða mjög góður en hérna hann svona já, hann svona eins og maður segir within limits hvers konar sykur? Ég finnst það æðislega gott Bassett's hérna lakrískonfekt og súkkulaðirúsinu frá Nóa já en það ekki er ekki hægt að en maður þokkalegur á flestum tímum Jú, maður verður að hafa eitthvað. Já, ég bara, þú veist, það einhver gleði í þessu. Ég meina, ef þú fara gleði út úr því að borða ekki nammi, þá er það bara fínt. Já, algjörlega. En ef þú fara gleði út úr því að borða nammi svona í hófi, þá endilega. Og ég var að lesa, hann var að segja það í morgun að Ívar hérna Guðmundsson, sem hlusta ofta á bylgjunni, hann alltaf minn 10 og 1, hann sagði fólk sem borða súkkulaði, það yfirleitt ánægðara. Það nýttu þess vegna meira og... Já, það bara svoleiðis. Staðan fyrir fólk sem að neita sér það. Já, það áhugaður punktur. Hvað miskilur fólk við því? Hvað á fólk til með að halda því sem ekki rétt? Það get ég sagt þér. Já. Ég daglega virka þannig á fólk að ég vilji fá að vera í friði. Ég sem sagt ekki sko ég var sem það skal segja það vita ansi margir hver ég en fólk ekki mikið ánað á mig
þú veist, sem sagt, og að því einhvern veginn svona læti í þess skína bara, og það ekki með vilja gert, að ég vilji fá að vera í friði, bara don't disturb me, sko. Ég var hérna, áður við fórum í kosningar, eða þegar vorum að fara í kosningarslægin í fyrra sumar, þá hérna var verið að undirbúa það að Jakob Magnússon kæmi með okkur í framboðið og ég er búin að þekkja Jakob síðan 1972 nema hvað að ég hittar inn í Volklers nokkru sinnum og Jakob er svona maður sem er mjög svona vingjarlegur og friendly og fólk svona hefur tilningu til að tala við hann og heilsa honum og svo leiðis og hann hafði, þegar voru stóðum einhvers staðar og voru að tala saman, hann hafði ekki undan að heilsa fólki það heilsaði mér enginn en þau vissi allir hver ég var en það að því ég einhvern veginn er með þetta sko, þannig að hjúpi kringum mig láti mér friði en það er eitthvað sem er bara óvart ég verð bara að lifa við það Finnst þér að vera kostur að galli? Já það er náttúrulega voðalega notald að fá stundum að vera í friði ég er rosalega ánægður þegar ég er búin að vera í viku með COVID einn heima hjá mér og ég var alveg til í bara eina viki viðbót bara einn heima hjá mér, ég ger ekki neitt og hérna, en nú er ég orðinn góður sko, þannig að hérna þetta er svona þetta er bland í poka já, en hérna þú veist, ég meina þetta er partur af því að selja sjálfa sig að vera þekkt persóna og það skýður bara óvart Skýður óvart það var aldrei hérna hugmyndin sko þegar ég opnaði hérna Tomma hamborgara 1981 þá hefðu ekki margir veitingastæður opnað þú veist Laugás hefðu opnað 1 eða 2 árum áður og það var svona umhverfið það sem var ekki mikið að vera og ég bara gripin á lofti í mars 1981 því ég opnaði Tomma hamborgara og ég var svolítið öðruvísi og ég svona var kókraustur og allt í einu þú veist er að fara að skrifa mig bara nánast í hverju viku var einhverstaðar eitthvað að vera að tala Tomma og Tommaborgara ég gerði ekkert í því til þess að hérna, íta þessu að fólki ég bara einhvern veginn það vantaði einhvern í umræðuna þú veist og ég var bara heppilegt annað element þarna en sko ég man eftir því ég fór í Þórsmörk þegar ég var 16 ára gamall 1965 að þarna voru 2000 manns og hljómsveitin Sól og spilaði, þetta var alveg heilt partí sko, þetta var Vestlunarmannahelgina og það var einhver náðingi hérna sem ég hitti og var eitthvað að labba með mér svæðið og hann sagði það þekkjaði allir ég veit ekkert af hverju allir þekktu mig allir að segja Tommi en ég gerði ekkert í því til þess að reyna að vera ábyrjandi það bara einhvern veginn það er bara einhverjum vegna að þá bara hef ég vakið einhverja athygli sem að ég skil ekki hvaðan kemur og ég á ekki endilega skilið Þannig hefur bara verið þú og afleggin hefur verið að þú hefur náð einhverjum árangri og fólk hefur verið að fylgjast með þér Já, eitthvað svo leið sko þú veist, ég meina og stundum teki upp á einhverju ég meina frægast náttúrulega uppákoman eða eftirminnilegast uppákoman það er þegar ég og Úlfar Eysteinsson sem átti 3 frakkar og dáin núna þegar við söfnuðum skeggi og hérna gáum það út og verum að mótmæla háum stýrivöxtum þetta tók heilt ár frá mars 2009 fram í janúar 2010 og eina sem við gerðum við söfnum skeggi og ég klippti ekki á mér hárið hann enda þurfti ekki að hann var sköllótt það skipti ekki máli sko, en allavega við vorum báðir að safna skeggi og vorum báðir að mótmæla háum stýrivöxtum og einhvern veginn á þeim tíma þá hérna var óalgengt að fólk væri með skegg og þegar ég var búin að safna skegg í 3 mánuði þá var ég á æfinni Volklass í maí og þá segir hérna það var ljósmyndari hjá Fréttablaðinu Gunnar heitir hann er að ljósmynda hérna einhverja unga stúlku sem var að fara í keppni eða eitthvað og hann hafði tekið mynda mér gegnum tíðina og vissi hver ég var og svo allt í hennu sloppar hann horfir á mig og segir Tommi, hvað, ertu með skegg? Þú veist, á þeim tíma var fólk ekki með skegg og ég segi, já, við erum að mótmæla, ég og Úlfar mótmæla hverju? Háum stýrivöxtum já, hvað segirðu? Já, heyrðu, þetta er frétt og daginn eftir þá mynda mér og Úlfari á baksíðunni í Fréttablaðinu Tommi og Úlfar mótmæla háum stýrivöxtum
og ég sagti það að stýrivextir voru á þessum tíma 18% og við sögðum við ætlum ekki að raka okkur fyrir að við erum konur niður fyrir 10%. Og svo í hvers skipti sem að Seðlabanki lækkaði stýrivexti þá kom mynd af Tomma og Úlfari á baksíðunni í fréttablaðinu og stýrivexti lækkaði 1%, 0,5%, eitthvað bla 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 og svo í restina sem var bara engu líkt í miðjum janúar þá hringir Seðlabankastjóri í mig, Már Guðmundsson hann hringir í mig og segir sæll, klukkan var 9 um kvöldi, ég var að ganga frá ég var að grillinu upp á Höfða hann hringir í mig og segir, heyrðu Tómas þetta Már Guðmundsson hérna ok, hvað hef ég gert núna hugsaði ég með mér já, heyrðu, við ætlum að lækka stýrivexti niður fyrir 10 á morgun og við ætlum að bjóða þér og Úlfar að koma hérna og fá rakstur og klippingu í Seðlabankanum heyrðu, og hérna klukkan 9 daginn eftir þá komum við inn í Seðlabanka og þetta átti að skeið klukkan 10 sem átti að vara tilkynna hérna stýrivextarlækkunina þá voru allir fjölmiðlar landsins mættir bæði tímarit útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar you name it, og dagblöðin skilurðu, taka mynd af mér og Úlfari í andrun og Seðlabankanum þar sem var verið að raka okkur á gamla mátin, svona svo sér í bíómyndunum í kápamyndunum með svona sköfu ég meina, og þetta skeiði bara því að Úlfar var það byrjaði þannig að Úlfar hann var mjög læginn að kynna sinn veitingastað 3 frakka og með fisk og alltaf þegar einhverju sjómenn kom í land á bátunum sko og voru með einhver skrítin fisk sem enginn þekkti og þú veist þú var bara svona meðafli þá fóru við til Úlfars og hann keypti fiskinn og svo sem sagt kallaði hann til fréttamenn og hérna og hann búinn að finna einhvern fisk hana og það viðtal við hann á Rás 2 og í miðju viðtalinu þá segir spyrjandinn, heyrðu Úlfar, hvað að sjá þig, þú kom með skegg og þá segir hann, já ég að mótmæla á hverju og háum stýrivöxtum ok, ég hringi Úlfar og segi heyrðu Úlfar, ég ætla að mótmæla með þér og svo vorum við bara 2 út í horni að safna skeggi þetta skeið allt saman óvart en þetta bara því líka árangur að fólk ennþá að segja, hvað skeggi ég reyndi að koma aftur Þannig svona, það var óvænt bara ekki það að þetta hafi verið einhver markasetning eitthvað svoleiðis, eins og þú byrjaðir með búluna, að þú veist, þetta bara gerist einhvern veginn á réttum tíma, á réttum stað og... Algjörlega, það bara skeður eitthvað, allt í þetta komið í gang og maður ræði ekkert við þetta, maður stjórnar þess ekki. Nei, en hvernig finnst þér að eiga við þetta, að verða þekktur? Ég verð nú að viðurkenna það að ég alveg sáttur við það sko og líka kannski að því ég fæ mikið að vera í friði sko dagstaglega þannig og hérna og ég ekkert feiminn að svara spurningum og hérna já, bara þetta bara part of life Já. En gerist það óvart Já Hvað hélstu einu sinni að vera satt sem mústu öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Vá Stórt í spurt ég veistu það ég er svo gamall að hérna það eru svo stíflaða pípurnar að þetta kemur ekki alveg bara með það sama sko það kemur á eftir í samtalenu undirmöðun fer núna já, hún fer núna að grafa upp sko. Algjörlega prófa næstu það Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vel deilaði með okkur eða það ömurlegt að þú þurfir að vara okkur við því Já Já Ég lærði það þegar ég var í háskóla 1978 og 9 það var ein setning sem stóð upp úr og var svona
people do what you inspect, not what you expect, sem þýðir að þú segir, þú ert yfirmaður eða þú ert að stjórna verkefni og þú biður einhvern mann að gera eitthvað sem á að vera nákvæmlega svona og hann segir já og þú ert bara ánægð með það og ert viss það hann heyrði hvað þú sagðir og ætlar að gera það sem þú baðst hann síðan líður tíminn og ef þú ekki stöðugt ferð og hittir mannin og athugar hvort hann sé ekki að gera það sem hann átt að gera þá smám saman fer hann út af leið þetta alveg eins og flugmaður sem flýgur frá Keflavík til New York hann meira og minn allan tíman á rangri leið en hann alltaf að leiðrétta stefnuna og hann kemur á réttum tíma og réttum stað til New York en ef hann hefði ekki leiðrétt stefnuna bara í fyrsta skipti þá var hann kannski lendi einhverstaðar miður Grænlandi eða bara niður í Miðjarðarhafið eitthvað, skilurðu sem að maður þarf alltaf að vera að leiðrétta stefnuna þú veist, það bara hlutirnir þeir ganga einhvern veginn ekki að sjálfu sér en þeir svolítið svona í manni í skátunum þá kannski vorum við saman 20 í hóp sátum í hring og svo hvíslaði maður eitt orð í eyrað á fyrsta manni og hann hvíslaði næsta og næsta og næsta og næsta og svo orðið sem var hvíslaði í fyrsta eyrað að það var orðið allt annað þegar kom út sko þeim 20. Og þannig það í lífinu að maður þarf alltaf að vera að ganga úr skuggum það að hlutirnir eru eins og þeir eiga að vera með því að vera stöðugt að tekka á sko ekki vera vantreysta bara sannreina það að þetta sé eins og á að vera því annars fer það úrskeiðs og fyrir einhverja vitleysu people do what you inspect not what you expect Þannig að það ekki nóg að segja eitthvað einu sinni og hann bara fylgi í engan veginn Þetta þurfi líka bara fólk að fá kannski smá athygli á því sem að gera Já, það bara, sko, ég meina það, þú bara allt í einu bara, þú ferð eitthvað að hugsa eitthvað og smá saman ferð aðeins eitt skrif til vinstri og svo óvart næsta skrif og svo eitthvað skilurðu. Þetta lærði ég og svo annað sem ég lærði í þessum blessaða háskóla mínum og þetta saga sem ég segi öllum starfsfólki og það það að ég var að vinna á veitingastað í Miami sem hét Prince Hamlet og þennan stað átti frægur kokkur á þeim tíma sem hét Jörgen Möller og þessi staður var sko í miðju Liberty City sem var svona skuggahverfi í Miami en hann var mjög vinsæll og flottur og hann var ríkimenn og allt í góðu og hann var að selja 300-500 mat á dag og ég veit ekki hvað og hann kom og hélt fyrirlestur í þessu skóla sem ég var í og hann sagði alltaf þegar ég fer að skoða veitingastaði og ný fyrirtæki þá tel ég alltaf útbrunnar ljósaperur ég búin að átta mig á því að ef að ljósaperurnar ekki endurnýjaðar stöðugt þá svo margt annað sem ekki í lagi líka þetta bara svona vísbending og svo sagði hann ég fór með fjölskylduna í Disney World sem upp í Orlando og þar ábyggilega 1.000.000 ljósaperur ég sá ekki eina ljósaperu sem var útbrunnin það hlýtur að vera velrekið fyrirtæki og það reyndin hefur verið svo að Disney hefur verið mjög velrekið og það eru þessi smáatriði sem skipta máli í lífinu people do what you inspect not what you expect og passa upp á það að smáatriði sé í lagi skipta ljósaperur og í mínu fyrirtæki eða þessum ég búin að reka nokkuð marga veitingastæði og ég hef alltaf sagt yfirmönnunum þessa sögu og í kringum mig og mitt staff þá heitir útbrunnin ljósapera Jörgen Möller Já, þá segjum að það Jörgen Möller inn í sal og Hard Rock Café voru við með nokkur 100 ljósaperur það var svo mikið af málverkaljósum og svona alls konar kösturum og það var bara manneskja okkur einasta degi að skipta ljósaperur alltaf að endurnýja útbrunnin ljósaperur Voru einhverju fleiri hlutir sem þau voru svona litli sem þau vildu hafa á hreinu? Já, þessi hlutir voru í lagi, þá voru allir hinn hlutir í lagi bara ósjálfrátt. Skilur, það svona einhvern veginn, þá bara einhvern veginn kom einbeitingin og þá einhvern veginn var svona, maður var þá meira vakandi yfir öðru. Algjörlega, af því ég hef líka tekið eftir, þú veist,
ég var yngri, ef fataskápurinn minn var í rugli, þá var lífið mitt vanlega einhverju steypu, saman með bílinn minn, sko. Það var eitthvað rugl í bílnum og þá var hugarheimurinn minn ekki skýr, sko. Já. Það eru þessi litlu atriði sem maður vill hafa á hreinu, sko. Já. Og þessi litlu atriði er ekki lítil atriði í rauninni. Ekki að end of the day. Nei. Þegar upp er staðið þá skiptaði öllu máli. Já. Og smáatriðin í lagi. Þá verða stóratriðin í lagi líka. Þú veist, þetta er eins og ef við fyrir þetta bara á lífið, þá heldur fólk kannski ekki að skipti máli að taka 10 mínútur aukalega göngutúr á dag, síðan. Bara til hvers? En síðan, það skiptir öllum máli. 10 mínútur göngutúr 70 mínútur á viku og þú veist, 280 mínútur á mánuði og hversu mikið á ári og hvenær fara þessar 10 mínútur í 20 mínútur og allt þetta að fráframandi göttunum. Þannig að, og kannski enda það með því þú byrjar að skokka að hlaupa eitthvað á fullu og þá var þetta bara þessi litli hlutur sem gerur okkur meins degi sem... Byrjaði með einu skrefi. Já. 10 mínútur. 10 mínútur. Já. Hvernig, hugsaðir eitthvað svona hvernig stjórnandi þú vildi vera? Var það eitthvað svona meðvitað? Var það bara hvernig þú ert? Já, ég held að það hafi bara verið svona meira hvernig ég er. Já. Og já, ég svona frekar látið kylfur á það kasti og ég hef verið svo heppinn að vera með fólki kringum mig sem að ofta tíðum er miklu klárari en ég og ég leyfi þeim algjörlega að sjá hlutina sko að því að ég veit að þau vita betur og það er fræg saga Henry Ford að hann var ákærður fyrir það í einhverju blaði eða sem sagt borið upp á hann í blaðagrein í frægu dagblaði að hann væri ignorant eða fáfróður og hann fór í mál við blaðið og vann málið á þeirri forsendu. Hann sagði, ég er ekki klárasti maðurinn í fyrirtækinu en ég ræð til mín klára fólkið. Þannig að það þýðir það að hann hafði vit á því að vera með það, láta aðra gera það sem hann kunni ekki sjálfur og það fyrir viki var hann ekki eins ignorant eins og hann leit út fyrir að vera þó hann væri raunverulega ignorant. En það er bara að hafa vit á því að ráða klárara fólk og ég er svo heppinn að ég er búin að vera með endalaust miklu klárara fólk að ég er nokkuð tíma sjálfur og það hefur verið mín gæfa í lífinu að leyfa þeim síðan bara að spreyta sig. Ég var með hótelstjóra Hótel Borg sem var bara, þú veist, ég bara lét hann algjörlega í friði og hóteli var rekið með þvílíkum myndarskapa ég er ennþá montinaði 30 ára seinna þannig að ég er ennþá að hugsa til þess hvað hún stóð svo vel í vinnunni hún Heiða mín Er þetta ekki einmitt sem er rosalega góðu leiðtoga eiginleiki í staðinn fyrir að gera allt sjálfur og vera með eitthvað ego að sanga sér fólki sem er betri en þú yngur og gott yngur sem þú ert ekki góður í? Já, það er haft eftir Jóni Þorláksinni sem var nú held ég borgarstjóri og forsætisráðherra á sínum tíma fyrir part síðustu aldar. Hann sagði í ævisögu sinni endarinn starf mitt ævina hefur verið láta aðra að vinna verkin. Og það er líka kunst. Það er ákveðin kunst. Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins. Kristall. Það er bara ekkert betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka kristall. Að lokum þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumac ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum. Þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég er mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Hver er uppáhalds tilvinninu þín og af hverju?
uppáhalds tilvitnun. Já. Honesty is not the best policy. Honesty is the only policy. Þetta haft þetta Vince Lombardi sem var þekktur fótbolta þjálfari í ameríska fótboltanum á fyrirpart síðustu aldar. Það þekki allir Vince Lombardi. Hann var svona svo þekktur þjálfari. Hvernig byrjar maður að vera heiðarlegur í þeirri vegferð? Hvernig byrjar maður? Já. Það þegar maður bara vaknar upp í vondan draum. Ég meina, ég á lítinn afastrák og það svona svolítið verið að segja honum hvað megi og megi ekki og hann hefur einhverja þörf fyrir það að gera sem hann má ekki og systir hans, hún er 7 ára og hún hefur ekkert fyrir því að segja ósatt alveg bara köldu blóði og þetta einhvern veginn ungur nemur gamalt hemur. Það sem þú gerir þú út ungur, það hefur tilneigingu til þess að gera út eldri. Og ef maður kemst upp með svona smá óheiðarleika í æsku og að henda manni og bara maður sér að þetta er allt í lagi og enginn segir neitt, að þá einhvern veginn heldur maður áfram með þessu og smá saman magnast þetta og maður þarf einhvern veginn að reka sér rækilega á til þess að fatta það að þetta er ekki eins og það á að vera. Og ég var svona nákvæmlega svo þau eru blessuð bönnin og ég held sko að með því að vera með of mikið að boðum að bönnum fyrir bönnin að það kallar á það að þau gera hluti sem þau megi ekki gera og það er bara einhvern veginn svoleiðis sem þau megi gera allt sem dettur í hug og bara undir leiðbenningu að þá verður ekki spennandi lengur. Ég er ekki líka aðrið að vera með fáar en góða reglur. Ekki að hafa of... Jú, mikið atriði, það er mikið, ég stöndum gerir grína því. Á Íslandi svona, eru alls konar lög og reglur sem að fólk fer ekki eftir og finnst það bara allt í lagi. Og ég finnst það mjög mikil komik í því að í gamla daga þegar bíóum voru út allt og allir voru að fara í bíó og þá voru myndir ýmist bannaðar en að 12, 14 eða 16 og svo voru myndirna bannaðar en að 16 og svo voru það stránglega bannaðar en að 16. Hver er munurinn að vera bannaðar en að 16 eða stránglega bannaðar en að 16? Þú veist, er bannaðar en að 16 bara svona þykjustunni, ok, og allt í lagi þó maður sé 14 eða 12, en stránglega bannaðar þá á maður ekki að fara, það skilur við þig. Og þetta finnst öllum allt í lagi. Og þannig að við erum með svona nokkra reglur sem að, þú veist, það þykir öllum sjálfsagt að keyra og hratt ef við komst upp með það. Það bara svoleiðis og svo er þið teknir og þá bálvaði löggunni þannig að það er betra að hafa fáareglur eins og þú segir, fáareglur og fara eftir þeim heldur en að vera með fullt af reglum sem að og hver getur metið það hvaða reglum má fara eftir og hvað ekki ef þú má brjóta þessa reglu má ég þá ekki brjóta einhver aðra reglu í staðinn sem henda mér skilur við það, þannig að það er stór hættulegt að vera með endalaus boð og börn af því þá ertu líklega til að brjóta reglur og ljúga. Já, sjálfsögðu. Á maður að brjóta reglur stundum? Í stundum eru kannski, það stundum sagt hann tilgangurinn helga meðalið. Já. Það er ef reglunar eru svo vitlausar er ekki hægt að fara eftir þeim. Þú veist, ég meina stundum einhver reglunar svona líka batsins tíma. Þannig að það verður einhvern veginn að þú veist, meira sem ég held að sé ennþá sko það var þannig í lögreglu samþykktu Reykjavíkur borgar að sko Hótel Borg er opnuð 1930 og þá var svona allt búið að frumstætt sko þá var gutu malbyggar og þá var leyfilegt samkvæmt lögreglu samþykkt að brenna rusl í tunnu á bak við Hótel Borg þannig að allt sem vildi losna við því það var sko sorpreis, heyrða var takmörkuð þá máttur bara brenna það og þú veist þannig að þá máttur vera með sko tunnu sem var í gangi allan daginn og öllu var bara hent onni í tunnuna en ég er ekki viss hvort það búið að banna þetta en þetta er regla sem bara batsins tíma Þannig að maður er að fylgja reglu sem maður er ekki sönn fyrir manni, eða sönn. Já, og svo líka reglunar svo vitlausar að maður getur ekki hugsað að fara eftir þeim á einhverju fórsetu. En ég velti því fyrir mér að því í spyrstundu fólk sko
hefur tekið eftir því að hvað tilfinning kemur upp þegar þú veist þú ert að fara að gera eitthvað sem er rangt. Já. Og flestir fá þessa tilfinningu, sko. Já. Og sumir, grípa sig og gera þetta ekki, en sumir gera það þrátt fyrir að sé eitthvað sem er að gera sem er rangt. Já. Mér finnst það merkilegt að það tengja allir við þessa tilfinningu, sko. Já, það er maður veit hvað er rétt og rangt. En það er sagt að samviskan sé eins og ferind og þú treður þríhyrning jóni og svo snýrðu og fyrsti hringurinn er rosa erfiður, þá ískrar í öllu og næsti hringur þá aðeins minna og svo að þriði hringurinn og svo bara endalist og bara gengur þríhyrningur og reyngur sig ekki neitt. Þannig er samviskan að fyrst getur sem þú gerir eitthvað sem þú átt ekki að gera, þá ískrar í öllu og svo gera það aftur og þá einhvern veginn ískrar minna og svo allt í einu bara eftir að gera hlutina á svo rátt að því að þú bara er búin að aftengja þig frá hugmyndarhæðinni. Það make sense. Og líka, sko, ég held að maður getur sérst niður og spurt sjálf sig hvaða hluti er ég að gera sem ég veit að er, ef maður sérst bara rúm og spyrir hvaða hluti er ég að gera í lífinu sem ég veit að er rangur fyrir mig og er ekki að gera lífinu mínu gott. Ég held þú fái svar strax, en það er kannski ekki alltaf sem er líka vel við það, sko. Nei. Ég meina, ég drakk og það var ég var búin að aukvita það ég væri alkohólisti og það skeiði þannig, sko, ég var í Verslunarskólanum. Ég var orðinn 22 ára, þannig ég var 4 árum eldri heldur en samnemendum mínum að því að ég fór svo seint af stað. Nema hvað að Verslunarskólan á þessum tíma var á Grundastíg og það var stór salur og svo alltaf einu sinni á ári var svo kallar bindindisdagur og á bindindisdegi þá var meðal annars verið að predika það hversu slæmt það er að drekka áfengi og allt það. Á þessum tíma þá var ekki eins og rætt um einhver efni, þú veist, það var bara, fólk þekkti það ekki. Nema hvað að þarna í janúar 1972 þá er bindindisdagur og allir krakkarnir eru kallaðir í stóra salinn og allir er mjög ánægð með það, þurfi ekki verið tíma, þannig að bara sleppa tíma, skilurðu. Og þannig stóðu 2 menn upp á senu og annað þeirra var prestur og hann byrjaði kynninguna og talaði á þennan hefðbundna hátt sem átti vona á að hversu slæmt áfengi væri og óholt og allt sem því fylgdi og við sögðum bara já og amen. Svo kom hinn og hann var svona flottu gaur í jakkafötum, svolítið töffari og svona kannski öðru konum við fertugt og hann sagði, já, krakka, komið sæl. Ég heiti Jóhannes og ég er alkohólisti. Og 1972 þá vissu fáir hvað alkohólisti var. Það var kannski bara eins og rónarnir í Hafnarstræti á þeim tíma eða rónarnir sem bygg út í Örfirisey og svá í togurum sem var búið að leggja eða undir bátum og hvolfið eitthvað, skilur. Það var í hugar heimum okkar alkohólisti. Nei, hann stóð þetta í framar okkur og sagði, ég heiti Jóhannes, ég er alkohólisti og ég var í Vestló. Og svo sagði hann okkur sína sögu og hann hafði verið þarna, á þessum tíma byrjaði maður 15 ári í Vestló, sko, það var fyrst og annar bekkur. Hann hafði byrjaði í fyrst og öðrum bekk og hann hafði byrjað að drekka hann í öðrum bekk og þegar leiðan hann byrjaði að drekka þá var hann rosalega kókröstur og þorði að fara á böllin sem voru kallað dansafingar í þá daga og bjóða stelpunum upp og gera þetta og gera hitt og mér fannst hann á þessum tíma, ég var 22 ára og byrjaði að drekka illa og kom með konu og barn og svona og mér fannst það vera að segja mína sögu og þegar hann var búinn að tjá sig í 15 mínútur þá vissi ég var alkohólisti því að hann sagði, alkohólismi er sjúkdómur og sjúkdómseinkennin eru meðal annars þau að menn drekka og ég var alsæll með það og ég vissi það að ég átti ekki að drekka en ég vissi það að ég kemist upp með að drekka svo ég hélt áfram að drekka en alltaf þegar var að renna að mér og ég átti það til á þessum tíma að drekka í 3-4 daga í einu og alltaf þegar var að renna að mér eftir fyllir í einn, þá var ég alltaf að hugsa um Jóhannes og hann sagði eina leiði sem ég get kent ykkur krakkar er það að sækja ykkur hjálp og fara síðan í 12 spora sandug og bara hætta að drekka og sinna ykkar andlega þætti og ég held áfram að drekka í langan tíma eftir þetta vitandi það ég ætti ekki að drekka skilur
en ég vitandi það ég myndi komast upp með það þangað til að ég hitti botninn og það svo dýrmætt að hitta botninn og botninn getur verið svo misneðarlega ég meina, sko, þegar ég fór í meðferð þá heyrði ég fyrst að skipti talað diazepam sem var kallað dísur það svona dóp sem að menta að kaupa út í apóteki og Librium og Valium og ég fattaði þá þarna bara á fyrstu vikunni ég hefði getað drukkið í 5 ári viðbót ef ég kunna á þetta finnir í sko. en sem betur fer þá þekkti ég það ekki og þannig að þarna voru menn sem voru búin að vera í dópi sem að kalla var á þeim tíma í einhver ár en þannig að þeirra botn var miklu neðar en minn botn en samt sem áður voru báðir á botninum skilur við, þannig að bara viðmiðunin var önnur og í dag þegar ef þú ferð og heyrir menn sem að koma úr meðferð tala og segja sína sögu að þú veist að botnin þeirra hann enn neðar heldur botnin þessara manna sem ég hitti hérna á sínum tíma í minni meðferð þú veist að þetta er svo skelfilegar sögur sem maður heyrir sko menn sem að kannski eru árun saman bara á göttunum út í Amsterdam eða einhvers staðar og bara eru nær dauðin lífi en þeir eru ekki búin að hitta botnin ennþá svo hitta þeir botnin loksins og sá botnin svo neðarlega að ég sé ekki eins og allar leið niður sko. Er það þá þurfaðir þá að því að þú veist að tala að þú breytir ekki fólki og það er enginn sem fer árangursríkur meðferð þegar hún er sagt að hann er skipaður hann er alltaf ákvaða sjálfur er það botnin eitthvað sem þrýstir í þá breytingar og hvarningar sem til þess þarf til að sigrast á það sem er að plaga að þú veist botnin er svona einhvern veginn þannig þú rekkur upp í vondan draum þetta gengur ekki lengur og ég er búin að klúðra öllu þú kannski gerir eitthvað þú horfir á barnið þitt allt í einu bara afnita þér eða eitthvað skilur eitthvað barn sem að þú elskar og það elskar þig en þú er búin að ganga svo fram að því að það bara vill ekki sjá þig lengur og þá allt í einu bara hvað hef ég gert mér finnst þetta góð hérna sena hérna í myndinni Brúin yfir Kvæfljótið að það er breska hermenn sem eru í Japanunum í fangabúðum og þeir eru sko fengnir til þess að byggja brú yfir á sem hér Kvæ og myndin gengur út á það að þetta voru allt saman verkfræðingar og menn sem kunnuði verka meðan Japanandi kunni ekki og svo byggjaði brúna og hún er hérna rosalega flott og svo kemur svona einhvern sena sem að gæjan sem var svona í forsvari fyrir fangana hann allt í einu áttaði svo því hvað hann er búin að gera og bara vaknar upp við vondan draum og myndin endar á því að hann segir what have I done og sem betur verið var hann skotinn og datt ofan á sprengju apparatið þannig að brúin sprakk en það er þessi moment þegar hann sagði what have I done hann bara allt í einu fekk moment of clarity þú veist þegar maður bara fattar það maður hvað er ég búin að gera þú veist hvað er líf mitt orðið sko. og þá tekum maður bara ákvörðun og er staðfastur í að margir gera það en svo er eitt það fennir rosalega fljótt í sporin og maður þarf að halda þessu við og hérna þar á Íslandi sko ég er búin að fara í meðferð í Ameríku og ég er búin að fara meðferð hér og ég er búin að fara í svona vikudvalir út á Heisilden sem er svona mekka fyrir meðferðarstöðvar og ég hef komast þeirri niðurstöðu að íslenska meðferðarstöðvar eru á heimsmælikvarða þú ferð í meðferðin gengur út á það þú ferð fyrst í 10 daga afvötnun og það er eiginlega sama sko hvort út undir áhrifum eða ekki þú þarft að vera þarna í þessu svokallari afvötnun og þá færðu svona kynningu á því hvað alkohólismi er þróun sjúkdómsins, eðli alkohólisma og svo framvegis og síðan ferðu gjarnan í 28 daga meðferð og þú kemur út og þú ert svo örugg með þig að þú segir ég veit út af hvað þetta gengur ég ætla ekki að drekka síðan ferðu það út í lífið og ef þú ferði ekki í 12 spára samtök þá smán saman gleymur öllu því sem þú lærðir og ég get sagt í dæmi hvernig þetta bara til að undirstrika þetta 1988 þá fór ég í 12 daga meðferð ekki meðferð heldur skal ég segja
til Bandaríkjanna á gamalt munkaklaustur sem heiti Krippaló. Við vorum þarna 4 saman sem fórum í svona alls konar svona námskeið, svona uppbyggjandi námskeið og borða góðan mat og skrítin mat, sko, heilbrigð og svoleiðis. Og ég á leið minni þarna, þá hitti ég framkvæmdastjóra fyrir Hard Rock Café í New York sem ég þekkti ágætlega og ég sest niður með honum og hann segir, hvað er þetta að gera í Ameríku núna? Og ég segi honum það, að ég sé að fara á þetta Krippaló, ég sé að fara í þessa sálfræði meðferðir eða hvað var að kalla þetta, voru svona námskeið, svona uppbyggjandi efni. Og hann segi, heyrðu, ég veit hvað þetta er. Þú ferð þarna og þú ert þarna í þennan tíma og þú kemur tilbaka og þitt líf alveg á hreinu, þú ert svona rólegur og kalm og þú ert yfirvegaður og þú ert hnitmiðar og þú sér vel áfram hvað þú ætlar að gera. Lífið blasir við þér. Don't worry, you will be back to normal in 2 weeks. og það er það sem skeður þegar við förum í meðferð, áfengismeðferð eða fíknefna meðferð, getum kallað það því að það er ekki allir sem drekka brennivín þó þessi alkohólistar. Og ef maður fer ekki og heldur þessu við reglulega, að þá gleymir maður og allt í einu var þetta ekki svo slæmt. Og það talaði að séu 2 púki og engill hérna sikkur megin og allt í henni púkin orðin svo stór og hann farin að hvísli blessa, þú getur þetta alveg maður, pældi í því maður, ef þú gerir þetta bara svona eða hinsegin, þá verður þetta allt í lagi. Og svo, ég hitti mann daginn og hann sagði, ég var búin að vera edrú í 5 ár, ég var búin að edrú í 7 ár og í lífið mitt hafði tekið algjörum stakkaskiptum og ég var komin á það stig að ég var að fara að læra flugvirkjun og ég fór til Kaupmannahafnar á leið minni í flugvirkjaskólann, hittu gömlu félagana og hérna við fórum út að borða og svo bara sögðu þeir, af hverju færðu ekki 1 bjór? Blessafaður, 1 bjór. Já, 1 bjór getur ekki gert svo mikið. Þannig er búin að vera edrú í 7 ár og ég er að fara að læra flugvirkjun og ég sagði við sjálf mig, ok, ég get ekki 1 bjór. Og hann tók 1 bjór. Hann sagði, það kostaði mig 5 ára fyllir í. Ég fór aldrei að læra flugvirkjun. Það þurfti ekki meira til. Hann var búin að edrú í 7 ár. Og hann hefði verið mjög duglegur að vera edrú. Hann hefði farið í Dólsporasamtökin og gert allt, skilurðu, en svona var einhvern veginn komin á þetta stig að hann var svona búin að öðlast þennan styrk og innri kraft sem maður fær oft ef maður er edrú lengi og svo sem sagt þessi skal ég segja hérna hugsun og skekkja, ég er búin að vera edrú svo lengi að ég hlýt að vera búin að byggja upp mótstöðu, þannig ég geti drukkið. En alkohólismin er þannig að þetta er eins og lyfta sem fer niður og hún er á leiðinni niður og það er önnur á leiðinni upp og þú ert í leiðinni lyfta á leiðinni niður, þú stekkur yfir lyftun á leiðinni upp og hún fer upp og lífið þitt tekur breytingum og það er allt í góðu en lyfta sem þú varst í, hún heldur áfram að fara niður og svo ef þú byrjar að drekka þá ferðu yfir í hitt lyftugatið og þá dettur hún niður á lyftuna þar sem hún er og hefði verið ef þú hefur haldið áfram að drekka ekki þar sem hún varst þegar þú varst af henni, hún er ekki ofar en neitt, hún er komin niður mann heldur áfram að þróa í sér hvað sem það er, sem ég veit ekki hvað er en það er allavega það að ef við byrja að drekka aftur í langan leturtíma þá lenda er undantekningarlaust mjög fljótlega sumir strax á stað sem er verri heldur en það var þegar það er hægt að drekka síðast. Er þá ekki einmitt tengsl með þessu sem þú talar að taka eftir hlutverki starfsfólksins sko, og líka að lesa á hverju minnsta degi? Jú. Er það ekki það sem að þarf ekki, þessi vinna stoppar aldrei, skilur mig? Algjörlega. Það heldur alltaf áfram. Þetta er alveg svo í æfingunum, þú þekkir það nú, þú æfa. Þú veist, leið og hættir að æfa, þá byrjar að finna. Og sér það ekki strax, það skeður svo hægt. Það er málið, sko, það skeður svo hægt og maður er alltaf í speglinu, já, ég er bara flottur ennþá, svo einn daginn þá bara, heyrðu, hvað er sixpackin? Þú veist, hann er hverfa, skilur það bara, veist hvað við, þetta er svona svipað, maður þarf alltaf að halda, sko, if you don't use it, you lose it, það bara er þannig með allt í lífinu. Algjörlega, sem maður heldur líka við og það er talað skilur, til dæmis sem lestur, sko, það tala að gleymi held ég 75% á því sem maður lesa til 6 daga, maður ríði það ekki upp. Já, ekki spurning. Þú veist. Já, ég meina, þú veist, ég lesa blöðin og kvöld er ég búin að gleyma hvað ég var að lesa í.
En er það ekki þetta? Það bara þessi litlu skref, saman hvort þau rétt eða röng, að þau skipta sköpun í lífinu af því að maður getur þá vilst af leið ef maður tekur of mörg röng skref. Já, það bara svoleiðis. Og þá maður segir maður alltaf í móðu og þá fer púkinn að koma og... Þetta virkar í báðar áttir, sko. Gerir eitthvað gott og þá heldur áfram að byggja það upp. Gerir eitthvað sem ekki gott, þó sé kannski ekki slæmt. En smá sem það verður að slæmt. Það er alltaf auðveldur að gera verra og verra. Já. Það er svo auðveld, sko. Leiðin hérna til glötunar er vörðuð mörgum ég ætla. Ég ætla að gera þetta, ég ætla að gera hitt, ég ætla. En það er ekki sama að ætla á að gera. Þú veist, þetta er svona, já. Maður labba það sem maður talar um. Já, og ég líka mjög gott orðatiltæki sem ég man eftir sem á ensku, sko, what you do speaks so loud I cannot hear what you say. Það tölvöld sannleikur því. Þannig að það er ekki nóg að vera með biblíun á lofti og segja þú ert að trúa á Guð og gera þetta og gera hitt. Ef þú ert ekki að gera það sjálfur, þá heyrir enginn hvað þú segir og sér enginn biblíun í hendina. Það finnst mér ekki vera sannleikur. Í rauninni, ég held þú sýnir sannleikan í verkni. Já, það er miklu dýrmætara heldur en nokkuð tíman predikunin, sko. Og maður treystir heldur ekki fólki sem gerir ekki það sem maður segir eða segir ekki það sem maður gerir. Já, það er bara já. En maður treystir, skilurðu, mjög svo heillandi eiginleiki þegar það lappa það sem maður talaði. Já. Og hann sýnt það í verknaði, ekki bara í orðum, sko. Og svo þurfum við ekki einu stund að tala, þeir bara gera og mann tekur eftir því. Og fylgir, í rauninni. Já. En varandi, sko, meðferð svona, þú talar um að vinurinn hann hitti gamla vini sína. Er það ekki svolítið svona, hvernig var það með hermenn í Víetnamstríðinu? Það voru svo margir, og því að umhverfið þeirra var þannig að þeir voru svo margir í heroín, minni mig. Sér komur heim og nánast allir hættu heroínu með eitthvað 5%. Já. Og þá er því að voru að skipta bara umhverfi. En ég er að pæli hérna að það heiti vinurinn hana gamla félaga. Er ekki svolítið mikilvægt eftir meðferð að fara yfir lífstílinn líka og breyta honum ekki þetta í sömu umhverfisaðstæður og varst í fyrir hann? Það er bara stór mál. Já. Þú veist, bara sumir mér að segja, sko, henda GSM-símanum og vilja ekki, sko, hafa öll númerin og allar upplýsingarna sem eru hér og bara fá sér alveg nýtt umhverfi. Þegar við skiptum hús og... Þess vegna. Já, það er bara, leið og heldur þú getur gert það sem þú varst að gera. If you keep on doing what you've been doing, you're only getting what you've been getting. Já. Þannig að það er mikið atrið að skiptum umhverfi og bara átt að sjá því að þetta gengur ekki lengur. Nei. Ég held nefnilega, sko, ég lærði líka eitt, þú vilt breyta sérstaklega út úr eldri, breytti þá umhverfinu? Að því að segjum svo að þú veist, segjum að þú sért við getum tekið bæði slæmt og gott, segjum við sért með þú átt sígarettur heimahöður, það er náttúrulega líklega til að fá þig sígarettu, að þetta er bara umhverfinu. Sama skapi, ef þú tekur æfingadótið þitt klárt og ert með að klárt þú vaknar á mótana, þú ert líklega að fara á æfinguna að þú ert búin að móta umhverfið aðstæðan þannig að þú ert búin að auðvelda þér hegðunina. Heldur betur. Undirbúið sitt einum áður. Do your homework. Do your homework? Já. Ég er alveg sammála þessu. Hvaða nýja trú, venjaði hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Umfram það sem við erum búin að tala um. Ég, sko, þegar ég var fyrir meðferð 30, þá hafði ég aldrei sagt ég elska þig við neina mannesku. Sonur minn hann hafði farið í vatnaskó, hann var 12 ára á þessum tíma, hann hafði sem sagt einhvern veginn öðlast trú og hann var alltaf að segja, pabbi, ég elska þig. Ég gat ekki sagt það við hann, skilurðu. Svo eignaðist ég 2 dætur, önnur þeirra 27 ára núna í næsta mánuði og hinn er 15 ára. Og
ég hef mikla þörf fyrir það að segja við þær ég elska þig og ég geri það bara ef ég tala við þær alltaf endra með ég elska þig og ég fann að segja við syni mín að ég elska þig líka en það að geta sagt við einhvern ég elska þig og meint það að svona elska án skilir það er svo mikið frelsi og það er svo mikið fylling í því að hafa einhvern í sínu umhverfi sem maður raunverulega elskar að það bara himnarnir opnast það er engu líkt að því að kærleikurinn og hérna fyrirgefningin er bara undirstaðan undir hérna andlegri velíðan þannig að ég verð að segja það að það að segja ég elska þig við börnin mín skiptir öllu máli skiljuslaus ást algjörlega og ég nýt þess ég nýt þess var ekki erfitt að segja það fyrst algjörlega, ég var þetta að vera svoleiðis að böglaðs út og mér fannst það svo eitthvað styrt og eitthvað og svo hérna þetta er orðið bara þannig þetta er bara að venja hjá mér og böndunum minn, ég á 4 börn og þú veist, ég held ég tali alla við og öðru samtali endi á því ég elska þig sem að hérna er svona einhvern veginn bara ný vitt og ég hvet alla til þess að skoða þennan þátt með kærleikan algjörlega það var fallegt síðan ertu nú þú hefur alltaf verið duglegur að rífa í lóðin já, ég hef nú sagt þessu sögu stundum ég var eins og illa maður rúlubylsa og hérna svo fór ég þarna á hérna rock hátíð sem var haldin í Broadway 1981 held ég og þar voru allar aðal rock hljómsveitir landsins mættar mikil fögnuður alveg ég held að verið 50 ára afmæli FIH eða eitthvað og nema hvað Egoðu var þarna og Bubbi í forsvari hann fór úr og ofan og ég horfði á hann með þvílíkri aðdáun svo kom ég heim og ég fór úr og ofan og þá láði ég að fara að gráta og þá tók ég þessa stefnu að byrja að æfa og þú veist og hérna ég oft þakka en samt að í dag er ég þakka Bubba fyrir það að ég skyldi byrja að æfa af því ég bara þú veist já, ég hafði ekki æft neitt fram að þeim tíma var hérna líkanlegt hérna viðrinni þannig og hvað ertu í hérna að rífa í lóðin aðalega já, ég rífi lóðin eingöngu, já, og hérna það er alltaf, því fylgir einhverju smái svona aerobik-æfingar eða hvað maður kallar hérna, þú veist, maður fer í róðravélina og tekur 500 metrana og innan 5 mínútum og fer á hjólið og svona já, það er ekkert annað það verður að halda ákveðina þessu uppi líka já, heldur betur já, og skapa úthaldið sko maður hérna manni gengur betur í lífun ef maður er í líkanlegu jafnvægi já, góðu formi sko og ekki, það er svona letjandi sko að vera í einhverju líkanlegu ástandi sem maður er óánægður með sko sumur eru ánægðir í sínu líkama alveg no matter what skilur og þeir bara ánægðir bara skiptir engum máli þú ekki feitur eða eitthvað það er bara fínt það haldur bara áfram að vera ánægður í þínu líkama en ef þú ert óánægður í þínu líkama þá er komin tími til að gera eitthvað og ég var verulega óánægður í mínu líkama þannig að því ég byrjaði að æfa 1981 já algjörlega og hvað þetta gerir samanlega sko þetta gefur manni mikið inn í allt sem bara að gera bara út að verja orku til að fá orku og þú byggir betur manneskja ég las það einhvern tímann að menn sem eru mikið að halda ræður þeir eiga að æfa sjálfsvarnar bardagalist, karate á þeirri forsendu að þegar þeir labba út á í ræðustól fyrir framan allt fólkið þá er sjálfsöryggi svo mikið þeir vita að þeir eru sko í þessu formi að það eru fáir sem að standa þeim á sporði sem gerir það verkum að þeir eru miklu öruggara með sig þeir eru að tala við fólkið að þeir fíla sig og ég held að þetta sé örugglega rétt þú veist, ef þú ert ánægður með þig og ert í góðu formi og finnur það að þá einhvern veginn er sjálfsöryggi miklu meira
Og held ég, já, sjálfsöryggið og líðan. Já, og svona einhvern veginn, og svo náttúrulega þetta breyta rétt og það er stór mál. Lifa einhverju lífi sem maður er sáttur við. Algjörlega. En þessi skemmtileg. Ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og gæti svo frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl af öðrum. Hver var þessu óvinsæl skoðun? Sko, ég nú hefur verið að tala um það að fara að afglæpa væða fíknefni. Og samúð mín er hjá fíklum, óumdeilanlega. Og ég hef umgengst fíkla sem eru nýkomnir sem sagt út í lífið og jafnvel margir sem ná ekki árangri þó að sé að reyna. Þannig ég upplifi það, ég þekki svolítið þennan heim eins og lóan á mér. En ég hef samt sem áður efasemdur það að afglæpa væða fíknefni sé rétt stefna. Vegna þess sko að eina sem að ég fæ, einu skilaboð sem ég fæ að sé jákvæð að afglæpa væða fíknefni, það eru þegar fíklar eru að overdósa og þora ekki að hafa samband við lækni eða sjúkrahús eða hringja á 112. Af því að þeir eru svo hræddir það að þú veist, þeir verði teknir og settir í steinin, skilur, af því þeir eru með skamt í vasanum. Þetta er mjög gild ástæða, en svo eru aðrar sko neikvæðar hliðar á þessu máli ef þetta verið afglæpavætt. Og ég staldra við og segi, þetta er ekki hugsað til enda. Hvað er einn neysluskammtur stór? Þú veist, maður sem að byrjar að neyta kókaíns, hann getur nota 1/3 af grammi á heilt kvöld og hann er bara ánæður og bara með árangurinn og áhrifin. Maður sem er búin að neyta kókaíns í langan tíma, hann þarf 5 gram á sólarhring. Skilur, er það neysluskammtur? Ok, hvað má einn maður með marga neysluskamt í vasanum maður sem er ólöglegur? Þú veist, þessu hefur ekki verið svarað. Ok, svo kemur önnur spurning, hver er fíkill? Hver má vera með neysluskamta á sér? Hver dæmir það? Hver er fíkill og hver er ekki fíkill? Ég meina eins og þetta er hugsað núna og þetta er yfirleitt fólk sem að þekkir ekki til í þessum heimi sem er að sýsla með þetta mál og vill sem sagt afglæpa væða að málið er að það gerir sér ekki grein fyrir því að það geta allir sagt ég er fíkill og það þýðir og það með allir vera með neysluskamta sem engin veit í dag hvað er stórir og það eru svo miklu peningar í þessu business, það er svo mikil gróði að eini maðurinn, einu fólki sem á eftir að raunverulega græða á þessar afglæpavæðingu, það eru þeir sem eru að flytja inn þessu ólöglegu efni vegna þess að það verður svo miklu auðveldara að selja þau ef allir mega að vera með svo mikið magn á sér og það er svo miklu auðveldara að fá fólk til að pröfa að þetta er ekki lengur ólöglegt þó að það sé ekki löglegt, þá er þetta ekki ólöglegt sko í dag ég umgengst svo mikið af ungu fólki og það að reykja gras er eins og hósi bjór ég hef aldrei hitt mann sem segir ekki að reykja gras af því að það er ólöglegt hann reykir ekki gras af því hún langar ekki til þess en að hvarlega nokkru manni að sé ólöglegt að reykja gras það er bara algjörlega sko löngu liðin tíð að menn lítið þannig á en menn er ekki að taka inn harðari efni vegna þess að þau eru ólögleg það er svona, þú færðir ekki kókaín nema sko, þú veist, einhverjum þröngum hópu og eitthvað svo leiðis, en þú reykir gras hvar sem er ok, og þetta er smám saman að verða sko aðgengilegra í sterkari efnum og meðan ekki eru svör við þessu að þá er svo auðvelt að fá hérna sölumenn að því að sko bara 1 gram af kókaini kostar 15 til 18.500 og 1 gram af kókaini eða nógu sterkt er þetta að blanda og fá 2 gram út úr því raunverulega ef menn kunna þetta verka og það er svo rosalegi peningar í þessu að svona sko Elon Musk
sá sem stofnaði á Tesla umboðið eða Tesla fyrirtækið, hann alltaf að setja í lofti svona einhverju speki og hann segir your local drug dealer knows more about business than the professor in Harvard og málið það að þeir eru svo snöggir að hugsa þessi gæja sem í innflutningnum og það svo miklu pening út úr þess að hafa, það verður svo auðvelt að selja þetta sko vissulega sko að það ekki nema 10% af þeir sem eru raunverulega að drekka eða neyta fíkniefna sem verða fíklar hinir eru bara að gera þetta svona recreational eða bara sér til gleð og ánægju bara eins og að fá sér bjór eitthvað skilurðu. Þannig að ég hefði frekar vilja að fíkniefni væri lögleidd og það er bara að kontrollera hvernig þau eru seld og haldið utanum þetta af einhverju viti og þá þetta allavega upp á yfirborðinu en með því að afglæpa væða þetta það stór hættulegt vegna þess að við veitum ekkert hvert það leiðir og hvað það endar og það örugglega hægt að hjálpa þeim sem í vanda ef einhver að taka á stóra skammta og þú ekki að hringja í lögguna að löggan gerir, sko það bara kynna það vel á vandlega að löggan gerir ekkert við þá sem eru að overdósa og það með hérna frú Ragnheiði eða hvað heitir bíllinn hann sem með nálarnar og svo leiðis þetta allt saman spor í þá áttina að lögleiða eða hjálpa fíklum án þess að sko að lögleiða og án þess að afglæpa við það. Það stórhættulegt að afglæpa við það. Og einu rökin fyrir því að afglæpa við það að hjálpa þeim sem hafa verið á overdósárinu að þau getur lett sér hjálpa það. Það eru svona þau rök sem ég finnst svona mjög sterk og mæla með því að afglæpa við það. Það eru einu rökin sem ég sé eitthvað viti að sko að taka til umfjöllunar í þessari pælingu. En hversu sko þungt vegur það á móti hinu öllu, skilur, sem sagt það eru jákvæðir og neikvæðir hlutir og þetta eiginlega eini jákvæðir hluturinn sem ég sé. En hættan svo að hvað má vera með mikið á sér, hvað er leyfilegt að vera mikið, hver skammtur og það fer eftir einstaklingum og hættan svo að því að það er svo mikil peningur í þessu af því að þeir sem eru að stjórna þessi muni græða langt mest að þessu af því að þá geta fleiri í rauninni verið að þá er ekki hægt að þeir verið teknir eða refsa fyrir að vera það geta allir sagt ég er fíkill ég má vera með 5 grömm kókaín á mér ég meina 5 grömm það er hérna skal segja bara 70-80 skall og þú græðir helming og þannig að svo veistu hvað þú getur náði önnu 5 grömm og þú enga stund að selja nokkur sinni 5 grömm á kvöldi og þannig að menn geta haft alveg rosalega pening út úr þessu. Einhver lönd af því maður heyrir oft sko að bara lögleiða fíkniefni þú veist, einhver lönd eru þar en einhver lönd sem eru í að afglæpa væða fíkniefni? Já, það gjarnan bent á Portúgal það hafi gengið mjög vel þar en sko þegar fólk sem veit ekkert þetta að tala um fíkla þá sér það bara fyrir sér einhvern mann sem bara haltrandi bak við tunnu að sprauta sig og hann heldur hann sé að hjálpa honum þú veist, hann veit ekki betur í þeirri trú að hann sé að hjálpa honum þá segir hann, já, ok, ég er til í að afglæpa við það en þetta er ekki svona einfalt það er svo miklu meira heldur en bara þetta sko. Nógu mikið, sko, eins og þú talar um að þú þekkir að vera fíkill og hérna nógu mikið að samtali milli svona stórra ákvarðana og fólk sem basically á vettvangi hefur upplifað þetta fattar hvert að fara? Nei, það fólk sem að fjalla þetta það telur sér vita sko, greindur nærri getur en reyndur veit þó betur og þetta fólk það telur sér vita svo mikið þetta þó að veit ekki neitt það er bara búin að mynda sér skoðun svo les það eitthvað og heldur þetta hlutin sér svona hins einn og sko sjáðu og þess vegna sko ég var á ráðstefnu í hérna Edshill 1985 sem að Edshill var á þessum tíma systur meðferðarstöð Vox og það var haldin ráðstefna með öllum helstu sérfræðingum í fíkniefna og alkohólmálum Bandaríkjanna og ég var hérna vegna þess að ég ætla að fara að vinna hjá SA og svo kom einn maður sem ég held að fyrirlestur og hann sagði meðal annars þetta ég væri með borð og á þessu borði væri 10 þekktustu og verstu hættulegustu fíkniefni sem er known to mankind og þar með tali heroin og metamfetamin og amfetamin og hvað það heitir allt saman
10. fíkniefnið, það væri áfengi. Og ef ég ætti að taka eitt þeirra og banna það, myndi ég taka áfengið. Það er hættulegast. En þetta vilja menn ekki hlusta á. Alveg sama hverjum ég segi þetta, menn vilja bara fá þér í friði að drekka sem bjór. Af því að sko það bara hendar þeim en að reyna að útskýra fyrir þeim að þetta sé hættulegasta fíkniefnið. Og ef þú tala við læknarna á Vogi, þeir segja það að lang erfiðastu og verst förnu sjúklingarnir, það eru þeir sem er bara í brennivíni, bara í áfengi. Það bara er svoleiðis. En það vill enginn, nei, það heyrir það enginn. Af því að þetta er löglegt og svo er svo hættu því að margir sem er að fjalla þessi mál að þeir séu alkohólistar. Ég meina ef það eru 10 manns þá er ekki ólíklegt að minnst einn er að sé alkohólisti og hann vil bara fá vera alkohólisti í friði og hann vil ekki eins og ræða það að hann sé alkohólisti vegna þess að það hendur honum ekki og hann er að taka einhver ákvörðun svona hluti sem hann er ekkert vita á vegna þess að hann bara sér þetta hann vil bara fá að vera í friði með sína neyslu. Já, það er áhugavert að aðgreina áfengi sem ekki fíkniefni, því að þú veist hversu oft er til dæmis áfengi í varandi einhver ofbeldisbrot eða bara morð eða bílslys eða þú veist hvað þetta er skaðlegt. Það er bara yfirleitt í 85% tilfellum er áfengi sem er þar valdurinn sko að því. Ég heyri allan í 50% tilvika þá eða fram í morð eða eitthvað svona 50% tilvika þá er hann bara fullur sko og líka svo sem er Já. Og áfengi er alkohólismi sem er sjúkdómur það er 3. stærsti dauðsvaldurinn á eftir krabbameini og hjartasjúkdómum. Það er bara málið er að þeir sem deyja völdum alkohólisma þeir eru alltaf skilgreindir á einhvern allt annan hátt. Þú fær lifrarsjúkdóm sem er vegna drykkjunar og þú deyrð úr að því að lifrin var ekki í lagi. Já, og þú færð hjartasjúkdóm sem er vegna þess að hjarta ræður ekki lengur við þess að þetta gera, þannig að þú fyrst bara hjartaslag og þú þess að færð krabbamein og eitthvað, jafnvel barn sem fer út á götu og það keyrir fullur maður á það deyr úr alkohólisma þessa mann sem að keyrir það á það en það er lent í bílslysi þannig að þegar verið er að skilgreina dauðsföll og orsök dauða einstaklinga að þá er það í fæstum tilfellum skilgreint sem valdur af alkohólisma. Það heitir alltaf eitthvað annað þannig að menn vilji ekki sjá það og skilja það hversu raunverulega hættulegt þetta er og ég svona sko það kvarla, ég var einu sinni niður í Buenos Aires og ég var á einhverju markaði og það var maður með strengjabrúðu og svona box og hann var rosalega klár að láta strengjabrúðuna hreyfa sig og allt sem að strengjabrúðan var að gera var maður sem var sko 4. stigi alkohólisma í fullur og hann náði alveg sko að láta mannin hreyfa sig í drykkjunni og allt þetta skilur þetta var rosa hlægilegt. Það er komin bíómynd núna sem heitir Allra síðasta veiðiferðin og hún gengur mikið út á drykkjuskap þessara manna skilur, og öllum finnst þetta spreng hlægilegt og þetta er eflust hlægilegt ef þú bara hugsar ekki lengra en þarna er verið að gera grína mönnum sem eru fáru veikir skilur, það gerir engin grína manninu með krabbameinið það gerir engin grína manninu með hjartasjúkdóminn en maðurinn sem er með alkohólisman það er að hlægja honum endalaust þannig að þetta er svona er bara þjóðfélagið sem er mjög áhugavert að þú veist að það sé aðgreint þetta sem að meginlega á einu og ekki hinnu. Já, þetta er einhvern veginn þetta er eins og með banana 16 og stránglega banana 16 það er einhvern veginn, það er svona er í þessum flokki sko. En við erum hver væri rökin fyrir að bara löglega fíkniefni og að halda áfram að bara banna þau? Er einhver annars vera að löglega þau og hins vera að banna þau? Já, ég bara semst að þetta sé eins og við erum með núna í dag eða að löglega þau. Já, ég held að veri betra að löglega þau og ná utanum söluna og neysluna og allt þetta löglega heldur en að afglæpavæða. Að því að afglæpavæða er raunverulega vera bara að opna fyrir betri aðgang að efninu og það er ennþá ólöglegt. Já. Nákvæmlega. Þannig að ég vil frekar ég sko að það er sko nú er búið að lögleiða gras í víða út í heimi Bandaríkjunum í nokkrum fylkjum og svona og
fylkin að græða í formi skattheimtu og ég veit ekki hvað en fyrir vikið þá hópast fólk úr öðrum fylkjum þannig að það verður áberandi neysla í gangi í þessum fylkjum sem eru búin að löglega þetta vegna þess að þetta er ólöglegt í öðrum fylkjum þannig að þeir sem vilja fá í friði með sína neyslu, þeir fara bara í þessi fylki sem þetta er löglegt og geta bara keypt þar og bara, það eru búðir það svona eins og búðirna sem að selja veip og allt saman það er bara svipað búðir, það er bara að selja gras í öllum tegundum og gerðum Ég 1995 þá var fór ég til Kaupmannahafnar að sjá Rolling Stones og með í ferðinni var Ólafur vinur minn sem hafði settið inn í og hafði fyrir kallað stóra fíkniefnamálið hann og vinur hans Siggi frændi minn þeir hafði verið teknir með kíló af amfetamíni og voru dæmdir og voru rúmt ári á Litla-Hrunni og þannig Óli var öllum hnútum kunnugur og þannig var hann búin að vera edrú í einhver ár og bara lífið var bara orðið gott hjá honum þannig að við höfum til Kaupmannahafnar og ég segi við Óla, heyrðu þekkið þú til í Kristaníu? Já, ég hef oft komið þangað sagði hann ok, ég hef aldrei komið þangað sagði ég verð að fá að fara og hann fór með mig í Kristaníu og svo komum við þetta svæði þar sem verður að selja dópið og þetta var bara eins og kólaportið það voru svona 20 aðilar allir með bása og borð og þar var hlaðið borðið voru þakin í hinnum ýmsu tegundum og ég labba og ég er að skoða þetta og þetta var náttúrulega algjörlega nýtt fyrir mér þá var ég búin að vera edrú í 15 ár og ég held ég vissi ýmislegt en ég vissi ekki meira það, ég hef aldrei séð þetta ég tók upp einn bita sem að leit vel út eða ég held að liti vel út og segi við náungan sem að selja heyrðu, hvað er þetta? Þetta er Afgan þetta er það besta sem við erum með segir hann, ok, og ég horfi á þetta og mjög svona gyrnilegu biti og ég get sagt þér það ég lyktaði á honum svona og ég get sagt þér það að ég bara á svipstundu þá kveiknaði fíkn í mér og ég var 2 vikur að losna við þessa hugmynd þetta hefði verið gott stöf og ég lagði frá mér og ég sagði það er best að gera þetta ekki á mikið en þetta var svona ákveðu upplifir og upplifir sig líka að sjá alla gæra sem voru að selja og þeir fengu alveg verið í friðum þetta því að Kristján er á einhverjum undanlegum ástæðum talið verið að fríríki hvernig sem á því stendur, það er einhver gömul lög frá því 1800 eitthvað eða whatever. Var það ennþá svona? Ég veit ekki annað ég veit ekki annað, en þetta er orðið náttúrulega miklu kultiveraðara í dag mjög flott og gaman að koma en þeir eru ennþá að selja og þú lappar og góðan degi þá getur alveg vita hver er að reykja og hver er ekki Ég heyrði einhvern tímann hvort það var með löglegingu fíknina hvort það var ekki einhver stærri Sviss eða eitthvað sem væri það að fólk gæti líka komið og fengi bara réttan skamt einhver staðar, á viðurkenndu stað og líka þú veit að hjálpa fólki að þú veist að koma aftur á beinurbreytuna að fá vinnu meðan þú ert að minnka skamtin eða eitthvað svoleiðis þetta er alls konar svona pælingar en ég er bara svona forvitin að vita meira um þetta en það er ég er einmitt við höfum meiri yfirsýn yfir þetta ef þetta er löglegt heldur en afglæpavætt. Já, ég samfærir það en það er rosalega flókið að löglega þetta og ná utan þetta þannig að ég sé ekki fyrir mér að það verið samþýtt svo sem en það verið skömminni skárra heldur en afglæpa við það og ég meira þess að ég hafði samband við fíkniefnalögregluna núna fyrir stuttu síðan og á bókaðan fund með þeim en við skiptustum á skoðunum og svona bara þess að við varum svona einhvern veginn á sömu blaðsíðu með það hvað ég væri að fara að ræða við þá og þeir voru algjörlega á sömu blaðsíðu og ég að þetta muni, ef þetta verið afglæpavætt að það muni bjóða hættinu heim að það muni aukast neyslandi muna að þetta verður svo auðvelt að selja og díla við þetta Algjörlega Síðast spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annarra einsleika, hver eru svo skilaboð? Ferði í 12 samtök. Það er til fullt, það er til 140 eitthvað mismunandi 12 samtök. Þau byggja öll á þessum frum 12 sem að voru
fundin upp 1937 eða eitthvað í aðsandungunum og þau hafa að gera með sem sagt að hreinsa til í hugarheimi og snúa lífinu á betri veg og það er svona það hefur að gera með æðri mátt en æðri máttur og trúarbrögð er ekki það sama sko það að trúa æðri mátt það hefur ekkert að gera með trú á Jesú Krist eða Búdda eða Allah eða eitthvað. Það er bara að trúa því að þarna sé einhver kraftur sem getur leita til og tala við og hann er til í að hjálpa þér og hann er þarna til staðar og hann hefur enga skoðun og hann elskar þig hvað sem þú gerir sko unconditionally, Guð elskar þig skilur hvernig sem þú ert og hérna og það má ekki sko láta einhverja trúar bragða leiðtoga villa fyrir manni og maður fái ógeð og trúa því að maður sér einhvern mann sem er að predika biblíuna en fer ekki eftir því sjálfur og fyrir vikið segja maður nei, ég vil ekki sjá svona þetta er svo mikið hégómi þannig að ég segi ef fólk færið í 12 spora samtök hvað sem þau heita, það er hérna Kóta til dæmis er svona samtök 12 spora samtök sem að hafa að gera með 12 sporin og hjálpa fólki til þess að ná árangri í sínu lífi fá hugarró það er svo mikið mál að fá hugarró og þú færð hugarró með því að fara gaumgæfilega í 12 sporin reynsa til í hugarheimum sínum og lifa sem sagt samkvæmt því sem maður hefur trúað þessi rétt. Lifa samkvæmt því sem maður hefur trúað þessi rétt. Þetta er svolítið svinning. Áttu eitthvað uppáhaldsskref, eða þú skref sem þú tengir mest við? Í spór? Í spórunum? Já. Ég var svo heppinn að þarna upp á Sogni að ég einhver hluta vegna kveikt á perunni að þetta hefði ekki að gera með heiðarleika og ég hafði þörf fyrir það að tjá mig, segja einhvernum frá og ég vissi ekkert ég var að fara í þetta svo kallar 15 spor. 15 spori segir, ég settist niður með trúnaðamanni, sjálfu mér og Guði og sagði honum alltaf létta og það er þetta sko að finna þennan trúnaðamann einstakling að því þú veist að Guði veit allt sem þú hefur gert og þú veist sjálfur hvað þú hefur gert en það er engin annar sem veit allt saman þannig að finna þennan einstakling sem þú trúir og treystir þú sest niður með honum og þú ert ekki hræddur það að hann fara að býsnast yfir því sem hún segir eða hneykslast yfir því sem hún segir eða kjaftar frá því sem hún segir sem að þú getur sest niður með annarri mannesku og ef þú iðrast gjörða þína og segir annar mannesku frá því sem þú gert þá losaru innra með þér allan skíti sem hefur safnast það hann bara hverfur skiluru og það er þetta að fara í þetta svo kallar 15 spor sem ég gerði óvart og ástæðan verið því ég gerði það að sko ég var kokkur og ég fór að læra kokkinn til þess að vera fullur í vinnunni og ég var fullur í vinnunni mörg ár eins og oft og ég gat og kokkar komast upp með það að drekka í vinnunni en ég hefði ekki viljað hafa sjálf mér í vinnu eins og ég var þá, ég bara segi það hér og nú en meðferðarfulltrúi á Sogni var þjónn sem að ég hefði fylgst með í gegnum tíðina hann var aðeins eldri en ég og hann hafði verið svona megatöffari og meðan ég var í drykju þá fylgdist maður með honum og hann var allt cool og flott sem hann gerði hann hafði verið fullur í 10 ár og hann hafði sitt á hraununni í 2 ár og hann hafði gert sko ótrúlegustu hluti og mér fannst það svo flottur og þannig var hann búin að vera edrú í 2 ár og mér fannst það svo flottur að ég hafði þörf fyrir það að setjast niður með honum og segja honum allt af mínum málum og ég var svona kannski pínlít og einhvern hátt að monta mig að ég væri líka slæmur skilur, mér fannst það svolítið cool sko þannig ég settist niður með honum og á þess að vita að ég væri að fara í 15 sporið sem ég fatta ekki bara fyrir nokkrum árum setna en þannig að settist ég niður með honum og ég sagði honum alltaf létta ég var alveg ófeimin af því það er svo hættulegt í 15 sporinu sem kallað er að setjast niður með einhverjum sem með einhverjum einstaklingi sem getur verið sponsorinn, það getur verið prestur, það getur verið sálfræðingur það getur verið einhver sem hún treystir en svo er ekki þetta eina sem hún segir engum
þú veist, þú heldur því fyrir þig en það þannig ennþá og það heldur áfram að rotna ef þú heldur því bara fyrir þig maður þarf að finna einhvern sem að treystir og segir honum allt bara til að losa en sko, og sko frumskilin raunverulega þegar þú fer í 5. sporið að þú sért að segja einstaklingunum frá þessu öllu saman á þeirri forsendu að þú yðrist gjörða þína skilur, það svo mikið mál ekki bara segja honum þetta og halda áfram að gera það sem slæmt eða ránt, skilur þú ert líka að yðrast þess sem þú hefur gert og svo reynir hún alltaf að bæta þig og það ekki þar með sagt að þú sért fullkomin og við erum að leita að framför ekki fullkomin og mann verður ofta á en það sporin þannig uppbyggð að þau gefa þér tækifæri til þess að fara yfir lífið þitt dagstaglega og svona yfirfara stöðuna og vega og meta hvað þú gerir rámt og rétt í dag og svo framvegis og reyna að bæta úr því jafnóður sko. Hafa einhvern til þess að geta sagt það sem líka mann brjósti og segja frá öllu. Já, en þú þarft að treysta honum vitandi það að hann korki hneykslast á þér nýja kjaftar frá að það einhverju hluti sem þú hefur gert engin veit og þú vilt ekki tala en hérna þú þarft að segja einhverjum frá því og þú þarft að vera frjáls með það að gera það vitandi það að það fer ekki lengra og það kunstinn að finna þennan einstakling. Algjörlega. Búm. Tómi, það búið reyndislegt að tala við þig. Takk hérlega fyrir að gefa tíma til að spjalla og gangi áfram vel í baráttunni. Já, takk fyrir bara að bjóða mér að vita það svona, þegar maður er svona gamall þá er maður feginn einhvern að hlusta á maður. Það ekki, mér finnst það yndislegt. Ég veit að mörgum öðrum munum finnast það. Já, ok. Eru þá ennþá í upptöku? Já, ef ekki bara hætta núna. Jú. Takk hérlega. Já. Ótrúlega mikilvægt